daginn og velkomin í skautahöllina Akureyri. Hér eru skautafélag Reykjavíkur og Akureyrar að mætast. Þetta er annar leikur af 2 hjá Akureyringum þessa helgina. Spilið er á móti Fjölni í gær. Þá er það Heiðar á móti Jóa Leifs í face-offinu. Og það er SR sem vinnur það. Vel pressað hjá SR-munum. Orri dömpar honum. Sendir yfir á Ingvar sem heldur pekkinum. Reynir hann að sendingu á Haffa en Heiðar stoppar hana. Þeir fara í skiptingu. Og Atli er bara rólegur með pökkinn, sendir yfir á Gunna. Vel pressað á Styrmi. Pétur fær hann að tæklingu en heldur hann samt. Gunni tekur skot en það er blokkað á Kilvu hjá Sölva. Og S-ringar fara í sókn. Sölvi tekur skot og það er varið á Robba. Þeir taka controlled break á Dassamenn og hoppa svo í skiptingu. Þarna er Gunnlaugur með pökkinn, skautar inn, missir hann. Flott vörn hjá Haldari. S-ringar dömpunum inn í svæði og fara í skiptingu. Löng sending yfir á Mattías sem keyrir inn í svæði og missir hann svo. Halldór snýr Heiðar af sér, vel gert.
Níels kom með pökkinn og fer af stað. Vel stoppa af Vessamönnum. Andri Róa spilið niður. Vel varið hjá Róberti. Og þeir taka skot og það er mark. Flott skot. Mér sýnist það að verið númer 19, Þórhallur Viðarsson, sem átti þetta mark. Og það er unnið af Vesseringum face-offið. Flott breakout hjá Vesseringum. Vesseringar keyra inn í svæðið. Og Andri Mika með pökkinn og sendir á Haffa sem missir hann. D2D sending á Ingvar, hann tekur skot og vel varið. Smá ítingur fyrir frá markið. Og það eru SA-menn sem vinna face-offið. Sendir upp á bláu og það er blokkað skot. Og þeir fara í regroup. Atli róar niður spilið. Og leggur svo af stað. Hesseringar spila vel saman. Og Heiðar fer inn í svæðið með pökkinn. Og pökkurinn farin út. Og Hesseringar pressa hart. Misregnaði sig þarna eitthvað aðeins í sendingunni, en það gerist. Og það eru Esseringar sem vinna face-offið og henda honum bara út. Bergþór sendir á Halldór sem, dettur. Uni tekur skot. Og það er æsing aftur. Og mér sýnist nú vera dómur á SA-menn. Já, hann fær 2 mínútur fyrir tripping, segir hann. Og það er unnið af Vesseringum og Gunni
dömpar honum. Flott skot hjá Axeli. Þorgeir skýlir pekkinu vel. Blokkað af Unnari, vel gert. Og hann sendir yfir og hann tekur skot og það yfir. Þorgeir stoppar hann. Vel pressa hjá Heiðari. Axel kom með pökkinn, sendir hann upp á Þorgeir sem sendir á Sölva og hann tekur skot sem fer í sinn eigin mann og SM-menn hendur hann út úr svæðinu og fer í skiptingu. Og SM-ingar leggja af stað. S-eringar með vald á pekkinu, senda inn á milli. Úps. Þetta þarna nokkrir. Og þeir ná honum út úr svæðinu. Það rángstaða. Hann fór aðeins að stemma inn í svæði. Fimmtán sekúndur eftir á refsitímanum hjá SA. Gunnar heldur bara í pökkinn og SA með fullskipan lið. Heiðar kemur á siglingunni inn í svæðið. Heldur pekkinum, rólegur. Og Unnar skorar. Rosalegt. Flott skot. Og staðan 1-1. Fyrsta mann SA, svo leikmann með 28, Gunnar Hallberg Rúnarsson, eftir stóðsögur og leikmann með 6, Heiðar Gauti Jónsson, Mattías skoraði á 7. mínútu og 44. sekundu. Já, það var Unnar með markið og Heiðar Gauti með stóðsendingu. Þann daginn þetta Herborg svolítið seinn í þennan leik en ég mætt. Fyrsti leikur sem ég lýsa, þannig að ekki leggja mig einhvern þig, please. Ég fer að gráta. Spennandi leikur samt. Já. S-eringar með vald á pekkinum inn í sóknarsvæðinu. Ná dömpanum út. Hafþif kominn á ferð og hvað gerir hann? Hann heldur bara áfram. Það bara smá skell hérna. Og Andrinn skot. Sendir upp á Halldór sem Snýr við. snýr hann af sér og pökkurinn er farin út í svæðinu. S-erinn að halda rónni. Breakout. Og Halldór er komin á ferð og Missir hann að bláu. Slæp staður til að missa pökkina. Hann er bara, það er eitthvað að fara að aðtöga á skerpingunni sinni held ég. Ég veit hvort ég kynnti mig með nafni, afsakið, ég heiti Herborg.
Góð pressa Birki. Og inni fylgir og hann pressar hart og nær vald á pekkinum og dömpar hann svo bara inn. Mjög sterkir ungu strákarnir á SA. Já. Það er ung lína inn á hjá SA-mönnum núna. Enda mikill hraði líka. Já. SA-menn með vald á pekkinum og reyna að spila svo út á svæðinu. Pressan frá SA er alveg frekar góð, þannig að Já, hann náði ekki alveg sendingunni. Sterk pressan hjá SR. Erfitt að spila svo út frá svona. SR-menn skipta allir og SA-menn þurfa að vera þreyttir. Þangað til þeir geta komast í skiptingu. Og það er SR sem vinnur face-offið. Það bláu. Og það er erðu. Stort færi þarna. Já, en vel varið hjá Ormi. Hann keyrir upp og dömpar hann inn. Dömparinn fer í dómarann í miður. Beint í dómarann. Úff. Þetta var náttúrulega ekki gott. Herðu. Þetta getur verið hættulegt. Já. Róbert kominn úr markinu. Já. Vel varið hjá Ingvari. Ingvar verið með skaut hann þarna. Já, hann bjargaði þarna marki. Spurning að setja hann í mark. Sjá hvað gerist. Já. Hafði með góða pressu. Já, þeir klessast saman hann eitthvað. Ingvar heldur áfram. Já. Hafði stiður. Sendir yfir á Andra sem að, dömpar hann bara inn. Já, með pakkinn. Snýr hann af sér. Vantar smá stuðning hana. Já. Og SR-ingar eru 6 á ís. Þetta er ekki náðu gott. Nei, það er vont að fá svoleiðstofum. Axel ekki sáttur. Þegar hann að kilvinni í ramman. En svona gerist. Gengur að gerist. Það var Axel sem tekur dóminn fyrir það. Já. SA-menn fara í powerplay. Á 11. mínútu og 1. sekundu er refsingalið SR og margir leikmann ís. Það er leikmann með 9, Axel Snær og Róka sem situr á sér dóminn. Spennandi að sjá hvað gerist í powerplay. Já. Og hvernig SR díla við píkið. Og það er SA sem vinnur face-offið. Kom hann upp á bláu. Allir með toppnum. Já, og hann tekur skot og það er í netið. Ekki markið sko, þetta er hitt netið. Já. Fyrir SR kannski mikilvægt að skapa smá ró núna. Já. Róin og ísinn. Taka sem tíma og nýta tækifærið. Og það er, Sölvi finnur SR í að jörðina. vinna face-offið og henda honum út. Það er skiptingu. Vel gert hjá SR-ingum. SR á spilinir, leggur á stað. Náðu ekki alveg sendingunni hana. Jói kom með pökkinn og hann leggur á stað og sendir á Gunnar sem að keyrir upp. Já, herðu. Tekur hérna flott teik. Já, flott á bláu. Góð pressa frá SR. Hann heldur honum. Vel gert. Já, flott pressa. Jói einhver vandræðum hana. Já. Það er að losa sig. Og Góð Gunni sending. tekur skot og það er blokkað af SR. Voru sendir niður. Já. Aftur upp á bláu og hann er eitthvað aðeins, svona. Þið þurfum bara aðeins að róa þetta. Góða sendingar upp á bláu. Já. Mikið bardag frá marki sem að... Og það er skot. Þrusu skot frá Vel Orra, varið. sýnist mér.
S-eringar fara í skiptingu og Það er regroup. S-amenn. Og hann tekur Tekur bara skot og það er beint í inni! markið. Fallegt skot frá Andra Mikaelssoni. Glæsilegt mark. Erfitt að verja þetta. Já, Það þarf ekki að vera erfitt. Bara taka þetta helviti skot. Afsakið, ég veit ekki hvort ég má blóta hérna. og þá Annað mark SK skora leikmaður númer 19, Andri Már Mikaelsson. Eftir slóðskur leikmaður númer 2, Orri Blöndal og leikmaður númer 5, Gunnar Aðalgeir Arason. Markið stóð á 12. minútu og 97. sekúndu. Stóðsetning frá Orra og Gunnari. SR vinnur uppkastið og það er, já, smá svona. SA heldur hann minni. Vel gert. Skot, heitir ekki mark. Já. SR reyna uppspil en Uni er Smá fall. snöggur að stoppa það. Birkir sterkur. Já. Og, já, Matti með puckinn og Halldór. Tekur inn. Það er mikið að gera svo á markið Já. og fyrir aftan líka, syns mér. Það er Skot. harka. Það er En Sölvi blokkað. blokkar það mjög vel. Það er ekkert gefið eftir hérna. Pétur með puckinn. Keyrir hann upp. Dömpur hann inn í svæði. Hann er stoppaði baka mark. Erðu. Já, Það er harka í leiknum. já. Arnar kom með puckinn og hann hendur honum bara á markið sem að fer aðeins framhjá. Þeir, já, SR menn hendur honum bara frá sér. Og mjög mikið baráttu fyrir aftan markana. Þeir eru mjög harðir að fara í þá S-eringar. Já, og líka í hornunum, það er alltaf einhver mættur. Þeir keyra inn í svæðið og taka Bjarki með skot. skot. Og Dempa hann út. Axel tekur á mótunum. hann, já, S-eringar fara í skiptingu sín mér sem geta. og hann er komin á ferð og hendur honum inn. Axel er hættulegur þessum baráttum. Hann er mjög flinkur með puckinn og að halda honum. Hann er stór hættulegur, þannig komin á ferð líka. Og það tekið á móti puckinn svolítið hátt upp með kilfunni sinns mér. En ekki dæmt að það neitt. Heiðar í baráttu. Heyrðu, þeir eru bara, þeir eru komnir hérna. Það eru smá hópnús. Já. Kósi, flott. Birkir heldur hann minni. Heiðar snýr Haffa af sér og reynir að senda á Axel sem nær honum. Upp á bláu. Svo. Og það er skot. Það er blokkað vel. Öruggur í markinu. Það fara allir í skiptingu og Þórhallur róar þetta niður og hendur hann svo upp. Góð sending yfir á Atla frá Gunna og Gunni sendir svo á Baltasar sem nær hann ekki alveg. Heiðar kom með puckinn og heldur honum. Barátta var. Hann er sterkur og heldur puckinum. Mjög vel gert. Atli kominn, hann snýr hann af sér, já. Vel gert. Hann Mjög nær vel hann á leist. Heiðar, já. Sjá hvort að SN á að svara þessu. Og Gunni grípur puckinn. Og hann róar spilið niður. Leifir SA-mönnum að skipta. Og hann leggur á stað og sendir yfir á Una sem keyrir inn. Og Uni sendir yfir á Matta Og sem það er færi. Og það er mjög vel varið. varið Markmaður fyrsti puckinn. af Atla.
SR-ingar fara í skiptingu. Matti fyrir SA að taka uppkastið og mér sýnist þetta að vera Heiðar. Bjarmi heldur honum inni. Föst sending yfir á Níels sem nær honum ekki alveg. Það er erfitt að róa þennan leik. Það er svo rosalega pressan frá SA núna. Já. En sendingarnir eru ekki alveg að sitja á SR-ingum. Mikið fara í skautana. Heyrðu. Stór árekstur þarna í horninu. Það er biðdómur. Það er dómur ákveðinn. Sýndist þetta vera... Já, þetta er Bjarmi. Já. Þetta er hann Bjarmi. Hvað sagði hann? Sagði hann tripping? Var hann að... Jói er að ræða við dómarann. Já, hann vill örugglega meina þetta. Ég sá ekki alveg hvað dómarinn sko. sýndi. Já, tripping. Þá situr Bergþór Bjarmi í 2 mínútur í boxinu. Á 17. mínútu og 8. sekúndu er refsingolín SA. Leikmann 3, Bergþór Bjarmi Ágústsson, fær 2 mínútur í tripping. Og það er unnið face-off af SA-mönnum og Gunni skýtur hann út og vel hraður. pressað af Unnari. Hann er með pökkinn og Og nær með þess að skota mark. Já. Mjög vel gert. SR-ingar keyra upp. Ævar kallar á pökkinn, fær hann ekki. Og það er skot. Úff, vel varið. Hættulegt færið þarna. Já. SR róa spilið niður. Og Ævar tekur skot og það var Róberti. Markmaður Kristinn Bökki. Flott spil hjá SR. Þeir ætla að sanna mark, segi ég. SR vinnur face-offið. Þorkil sem er pökkinn, sendir hann yfir á Axel. Sem sendir á Heiðar þversendingu og Heiðar tekur skot. Þeir eru markið. Yfir. Og vel pressa Pétri, sýnist mér. Og Ingvar hendur hann út. Og þeir fara í skiptingu. Þorkil kom siglandi verð. En verður trapt í horninu hana. Já. Nei, Á blálínunni. Fín sendingur á Heiðar sem hendur hann inn í svæði. Orri pressar þetta mjög vel. Leipur engum inn. SR-ingar eiga 35 sekúndur eftir á powerplayinu. Sjáum hvort þið ná að framkvæma mark úr því. Þeir eru smá vandræðum með að fá smá svona staple play hjá þeim, SR-ingar. Það er svona, Gunnar tekur bökkinn og keyrir það fram. já, Sendir á fín Jóhann. sendingar á Jóhann. Jói róar spilið niður og reynir bara að eyða restina af sekúndunum. Það er 1 mínúta eftir að fyrstu lotu. Já, 1 mínúta eftir að fyrstu lotu. Bærinni leikur raunskipur. Bergþór kominn inn á. Beintinn svæði hjálpa. Og Atli, þeir... Það er 2 á 1 síns Það mér. er 2 á 1 og, já, vel gert, já, Ah. já, Flott færi hjá strákunum. já, kemur. Jói Og, já, hann tekur, Beikar. hann tekur, hvað gerir hann? aðeins að... Úff, Þetta er rosalegt. þetta, það er gaman að þetta fara inn. Þetta hefur verið rosalegt. Hann var mjög rólegur á pekknum, hann var ekkert að stressa sig að skjóta. Hann var bara yfirvegaður og bíð eftir rétta mómentinu. SR vinnur uppkastið. Og þeir henda honum út á svæðinu. Axel kemur í pressuna. Ingvar skautar hann bara af sér.
og hendur honum á bláan. Herðu, Já, Axel kom inn þarna komið færi. og tekur skot og það Vel varið. Og leiklutanum lokið. Og við sjáumst eftir korter.
annar leikhluti að fara að byrja. Mjög spennandi leikur í gangi. Já. Allir spenntir að sjá hvernig liðin verða eftir að tekið svona spjallið þjálfararnir sínum. Það getur margt breyst þegar þjálfarinn kemur að tala inn í klefa. Ég er ekkert að monta með eitthvað geggja mikið en við vorum í dag að lyfta bikar við stelpunar. Já, deildarmeistara. Þannig að úrslitin er að fara að byrja á okkur. Það er á 5. daginn hérna í Skautahallinni Já. á Akureyri. Fyrsti leikur í úrslitum. Við erum endilega bara að segja fólki að koma. Það er ógeðslega mikið stemmari og ef þið komið þá skulle ég gefa ykkur geggjaðan fæt og lemja eitthvað og vera ógeðslega cool og eitthvað. Nei, ég segi svona, það verður mjög gaman og ég vona að sjá ykkur þar. Þeir eru að mæta hérna fyrir utan. Eða alla nesamenn. Já, nú er bara beðin eftir dómurinn held ég að koma inn á. Dómararnir mættir, flott hjá þeim. Ánægð með þá. Ætli þið sé að bíða eftir að svelli þotni aðeins. Já, þeir eru mættir allana. Já, staðan er 2-1 fyrir SA-mönnum eftir fyrstu lotu, en það getur margt breyst á 40 mínútum. Seringa byrjar að snúa leiknum fljótt þegar það byrjar. Já. Jæja, það var fyrir þetta að byrja. Heiðar vinnur face-offið. Og hann sendir upp og hann að, já. Þeir reyna bara aftur. Og það Góð er byrjun hjá aftur. SR. Hann er ekki alveg að stóta pakkinum. Og hann hendur hann bara inn í svæði. Ingvar tekur við á honum. Orri leggur á stað, sendur á Unnar sem hendur hann inn í svæði og eltir hann svo og fer í pressuna. Axel hérna með Og hann missir hann. En það haldar hann minni. Já, og hann, Pétur sendur hann niður. Gunni tekur við honum. Góð pressa í SR-mönnum. Hann heldur hann þó í hann. Sölvi hættir ekki að pressa og hann hendur hann markið og það er
Fristbakkinn. Fristbakkinn. Það er alvöru lína að koma inn á Assa. Já, gamlu kallanir. Nei, djók. Það eru tvær grindur í vörð, þannig að það getur rosalega gamlir reyndar. Já, kannski sóknarlínan. Svo syns mér Pétur vera komin í sókn. Hann Vist nú vel á það. varnarmaður. Gott að pröfa alla stöður. S er vinna uppkastið. Það var beint áfram. Þorgils, já, Hendur eru bara inn. já, mér sýnist, Ormur nýtist bara það og fyrir Já. bara upp með pakkinn. já, flott. Pétur Pétur. fyrir menn inn. En góð pressa frá S-eringum. Reynir að senda hann upp en S-eringan á honum. Flott sending yfir á Pétur og það er Flauta. flautað. Nú skil ég ekki alveg, það er einhver dómur. Ég ætla að segja bara það satt, ég kann ekki eitt dóm í dómarbókinni, en Já, já, hvað er þetta? en það er allavega Þorgils sem fer í boxi í 2 mínútur. Þeir eru einhver dóm sem ég kannur ekki nafna á. Jú, þú veist þetta alveg. Sýndist þetta að vera tripping, en við sjáum Já. bara. Á 25. mínútu og 20 sekundum er refsing á lið SR, leikmann með 40, Þorkell Máni Eggertsson, fær 2 mínútur fyrir slassing. Á, slassing. Flottir mannamötur á einu. Já. Já, og það er Essa sem vinnur face-offið. Flott með hann bláu, senda hann yfir á Orra. Já, og hann tekur skot og það er... já, ég veit þess neitt allavega. Mér sýnist nú vera mjög góð mæting í stúkuna í dag. Bara mjög góð. Það er bara, Erfitt að finna sæti hérna. já, Tráðfullt. þeir eiga nú ekki erfitt með að fylla höllina, strákanir. En SR vinnur face-offið. S-eringar búin að vera mjög sterkir í uppstónum, en Já. erfiðara fyrir það að halda þeim svo vita hvað þeir gera eftir það. Það sýnir mér alltaf S að ná einhvern veginn tökum á spilinu. Gunni róar þetta og leggur svo bara af stað og sendir hann niður á Jóa sem fer inn í svæðið og þeir róa þetta niður. Þversending yfir á Orra og hann reynir aftur á Andra og Bláu, Gunni tekur skot og það er blokkað. Flott Og það er blokk hjá hérna- Níelsi og hann keyrir inn. Gott færi. Já, herðu. Það er dómur á hann Gunnar, sýnist Það er mér. dómur, herðu. Eða var það Orri? Já, herðu. Já, Gunnar er ekki sáttur sko. Hann hristir bara hausinn. Hann gerir það nú alltaf að hann var dóm. Já, þetta var nú samt alveg á gráu svæði, sko. Já. En já, þá er þeir 4-4 í hvað, 10 sekundur? Já. Já, svo kemur Þorgils inn á og þá fara þeir í powerplay. Á 22. mínútu og 10 sekundum er refsing á lið SA, Ingarsson og Gunnar Ragnarsson, fær 2 mínútur róting. Já, þeir stilla upp. Og SA-menn vinna. Atli snöggur í pökkinn og nær hann móti svæðinu. Heiðar góður í pressunni. En hann keyrir inn, tekur skot, það er varið. Já. Atli kom í pökkinn, sendir yfir á Ingvar. Ingvar bara slakur. Og Atli leggur á stað. Sendir yfir á og hann fær breakaway. Koma svo. Og hann skor. Jésús minn almáttugur. Þessi strákur. Guð minn góður. Þetta var æðislegt mark. Hann er... Mark bara átti ekki break. Nei. Jésús minn. Ég skil ekki hvernig það getur verið svona rólegur í breakawayum sko. Nei, ég er bara... Að búla eitthvað svona múf. Menn myndi ekki þetta í hug. Þessum finnst gaman að skora mörg. Hann hatar það ekki. Nei. Þriðja mark SA skora leikmann með 28, Gunnar Halldór Gunnarsson, eftir stöndur á leikmann með 20, Atla Sveinsinni, markið var skora á 22. mínútu.
51. sekundu. Herri, já, þá er staðan 3-1 fyrir SA. Og þeir spila ennþá 4-4. Axel sterkur á kylfunni. Keyrir hann bara upp sjálfur. Herri, það er 10 sekúndur eftir af refsimyndum hjá SR-ingum. Heyrðu. Herði þarna fyrir bökkurinn næst inn. Það hefur verið spröldmark. Já, já. Og hann skýtur honum. Þá er það SR-ingar sem eru í powerplay. Það var beint fram, hann næri honum ekki. Og það er icing. Hann náði ekki alveg sendingunni. Besta leiðin til að starta powerplay en Icing. þess vegna uppkast en SR-ingar ná honum. Og hann leggur á stað og sendir hann yfir. Bjarmi mættur þarna. Já. Pétur hendur hann út. Birkir kom inn, tekur við honum. Hann er rólegur. Bjarki leggur á stað og sendir á Sölva. Já, hann misti þarna kylfuna. Og hann tekur skot og það er út af. Bæði lið fyrir skiptingar, ferska lappir inn á. Og þeir eru núna að spila 5-5. Þetta var nú aðalega lélegt uppkast af dómarnum, afsakið. Orri hendur hann yfir og Hafþór fyrstur í hann sýnist mér. og hann En flautar samt- icing. Já, já. Þetta var svona, þeir voru, Já, það var svona tæft 50-50. Heiðar vill haga face-off við vinstra megin. Og það Jói er- nær þessu. Orri hendur hann út og Þeir ná ekki að halda hann inni. Vel flott gert move. hana. En Haffi kom með valdapakkinu. Og hann tekur skot, Orri, og það er framhjá. Annað skot, það er blokkað. Heiðar ná að potta hann út. En Orri bara svarar og hendur tilbaka. Æ, já. Herðu, Smá æsingur þarna. Já. Leit ekki Haffi droslega vel út. ekki sáttur, hristi bara hausinn. Nú er Orri bara einn í svæðinu sýnist mér. Þeir fara bara allir í skiptingustrákanir. En Orri bara cold as ice, heldur honum hana. Ekkert að stressa sig á þessu. Já, og En- það er aftur æs. Icing. En Sara keyrir sig í gang. Þessar æsingar. Það er Ómar Freyr og Björn Mári í uppkastinu. Og SR vinnur það. En fara út á svæðinu. Já, Það er bara að ríkrópa. já. Birkir rólegur, missir hann hana. Gunni kom með pakkinn. Sendir hann bara tilbaka. Þetta, já.
Þeir vildi nú meina að þetta var æsing, Esselmenn. Já. Ó, Við hefum ekki tíma fyrir 100 æsingi leik því miður. Ó, flott tækling hana. Það er hann Gunnar sem er í vörn. hann bara heldur honum hana. Arnar svarar á bláu, vel gert. Þessar eru duglegir að halda pekkinum inn í svæðinu. Vel Unni gert tekur hjá hana. Unna. Já, og Bjarmi kominn, já, eitthvað aðeins inn að flækjast í fótunum. Arnar með pökkinn, sendur hann yfir. Birkir bara slagur, skautar hann af sig, ná. Mjög góð pressa frá Heyrðu. Essa þarna. Nú, þetta er nú bara, já, Sýnist þér svolítið mikið hitt hérna á ísnum núna. já, Þrátt við að sjá spelli. þeir, herðu, Birkir alveg brjálæður og Unn tekur Það er skot skot. og það er blokkað. Ingo dempar hann niður og Unni fyrsturinn á hann. Vel gert. Essa menn duglegir í pressunni. Sölvi þetta niður og tekur Þarna, hann já. Birki með sér. Jú, já, þeir bara vipp honum út úr svæðinu. Úff. Jói kom með pakkinn og þeir eru þrír á, Það var vel. já, góð kilva hana. Andri kom með pakkinn og, Góð vörðuna hjá SR. Góðir að nota kilvuna sína til að blokka sendingar. já. Og það er, já, Essa sem vinnur face-offið. Haffi kom með pakkinn, sendur hann upp á bláu. Gunni tekur bara Gunna. skot. Vel spila hjá Essa-mönnum hana, Mjög flott. Hörðu. Heyrðu, þetta var nú Já, svolítið. þetta, Ekki skellur þarna. skot og það er varið. Gunnar hendur honum inn aftur. Þeir Essa-menn eru ennþá með henni, hann tekur skot og það er varið. Já, já, en Haffi tekur skotið. Testir á kilvu. Mjög glæsilegur. það er Heiðar og Sölvi og Essa vinnur face-offið. Atli tekur skot. Blokkað. Þá held ég Heiðar í samanleiði. Unnar kom með pakkinn. Alltaf gaman að sjá hvernig þeir eru í hotnunum. Þeir eru alveg brjálaðir þar. Þeir Það er ætla að vinna enginn- þetta. Taka pökkinn. Skot frá bláum. Það er framhjá. Níels þarna í hörkuð baráttu. Gunnar með pökkinn bláu. Ó, hann er að halda honum inni. Nær á haldunum. Vel Mjög gert. vel gert. Já, aftur bara. Og hendur honum inn. Mikið styrkleiki frá Gunnar hana. Það er þarna 1 á móti 2, hann Gunnars nær samt einhvern veginn að ná bekkinu tilbaka. Komin upp að blái pakkurinn og hann tekur skot Arnar og það er blokkað. Já, Bjössi hérna. Hörðu. Það Sýnist er vera dóm. viðdómur á Hann Bjössi okkar. Bjössi okkar, já. Hann er ekki tími sem að kæfta þeim. Bara henda hann niður í jörðina. Nei, hann ennur þessu ekkert. Ekki sáttur. Finnst mikið að svona múfum búin að vera að gera samt í öllum þessum leikluta. Já. Hann leit að koma að því einhver fengi dóm. Já.
Það er gaman að sjá baráttunar í hornunum hjá strákunum. Þeir bara gefa allt í það. Á 20. myndu og 19. sekúndu er refsingalið SA. Leikmann með 24, Björn Már Jakobsson. Verðbyrjurinn charging. Charging segir hann. Maður fari eitthvað að heyra blót heima að þessum dómi. Jæja, SR komin í powerplay og þeir vinna face-offið. Nú þurfa SA að vera klárir, ekki gera einhverju lítil mistök til að reyna að halda forystunni. Þorgils og Úlfur og Blái sendir yfir. Já. Það var ekki alveg nóg gott. Nei. Þeir prófa bara aftur. Ég með puckinn. Vel gert. Axel kominn. Keyrir hann upp. Það er óþolandi hvað hann er góður með kylfuna. Erfitt að spila mótið svona. Já, og Axel kom í puckinn og hann sólar einn og það er Heiðar með skot og varrið. Var hann og Róberti. Róbert búinn að vera mjög öruggur í þessum leik. Já. Alveg ískaldur. Þeir skipta. Sölvi og Heiðar í face-offinu. Það er svo æstir hérna. Já, og það er unnið af SA. Gunni skýtur Bombar hann puckinn út. út. Já, já. Það geti hafa nálægt sér. Unnar fyrstur í puckinn og fær hann að tacklinga á sig. Já, Hörð pessa frá SA. já. Þeir eru bara rólegir. Bara eyða tíma. Já. Það er náttúrulega mest perrandi í heiminum að vera í powerplay og ekki vera með puckinn og þurfa að vera eldan eins og SR-ingar eru að gera núna. Já, heyrðu. Hann missir hann en ekkert mál, já. Hann hendur hann út. Og SR fær tækifæri til að koma sér í sóknina. Það er sending á engan. Góð sending þannig. Svo sá hann að grófsánir, það er spurning. Já. Hann reynir aftur en það er bara stoppað af Jóa og hann dettur. Bjarmi kom í puckinn. Jæja. Axel með hann. Þeir hafa ennþá 15 sekúndur. Þetta er nú ekkert svaka vel nýtt powerplay hjá þeim. Það er dæmt svo æsing á þetta. Já, ég veit. Æsing. Rosa forvitin að vita hvað þeir eru að tala um þegar þeir eru svona SR-ingar spjalla milli flauta. Það lítur út fyrir mjög intens. SR ennþá í powerplay. Já, í 10 sekúndur í viðbót. Og þá... Það haldar Róni sending á engan aftur en Axel tekur hann. Bæði Og við leika völdskipuð. Bjössi kominn inn á og þeir spila 5 og 5 og hann fyrir bara beint í skiptingu. Góð sending á Heiðar. Hann keyrir inn í svæðið, skýlir Heldur pekkinum hann- vel. Hendur bara sjálfur. Já, erðu. Þetta þeir tveir. Já, já. Pekkinum kominn út. Þeir reyna bara að regrúpa aftur. Nýjum smá hoppandi skopandi sendingu. Já. Ári með hann. Hafli fær tæklingu. Fín pressa frá Andra. Jói stoppar þetta. Hafli kom í pekkin og það er 1 og 1. Og hann, hvað gera? Já, Svo fórum við hérna held ég. hann hefði getað nýtt þetta betur. Styrmir með pökkinn að Og það 2 og er 2 1. og 1 og allir skauta heim. Nei. Herðu, þjálfarinn ekki sáttur á bekknum. Nei. Það var ekki alveg nógu vel nýtt. Eitthvað. Jói Já. með pökkinn. Missir hann. Og skot frá Gunnari. Og þeir eru svolítið duglegir að blokka þessi skot. Já. Fyrir böllin. Fín pressa hjá Atla og það er Unnar komið í pökkinn.
Sendir Já, bara beint á beint á Pétur. Glæsilegt. Já. Gunnar heldur honum vel gert. Og hendur hann bara inn minn svæðið. svæðið og það er icing. Maður veit ekki hvort maður er að horfa í þessum leika sem ekki að gerast. Ævar eitthvað þarna að reyna að tala við dómarann. Hann núna komið með dómara reynslu dæmdileik hjá okkur um daginn, hann veit nákvæmlega hvað hann er að tala um. Og það er Ómar og Heiðar Gauti. Þessi tveir mjög æstir í þessi Já. face-off, sko. Og það er unnið Ómar. á SR. Ómar vinnur þennan. Það er skot frá bláu, blokkað. Velvarið og það er... Hann fristir hann bara. Ormur og Ævar eitthvað smá rík þarna. Já. Dómarandi sem var hætt þessu kjaftaði. Jæja. Það er 3-1 enda fyrir þessa en þetta er hörkuleikur, hvað sem getur gerst. Það er Andri Sverris og Ómar Freyr sem er í face-offinu. Og það er unnið að Essa. Arnar snöggur í pökkinn, snúið sér við. Og hann er komin út á svæðinu. Þesseringar komnir upp. Já, Ná að halda honum. fín pressa. Þessa komnir pökkinn aftur. Og hann sendir hann bara á millið lappan hans. Bjarki góður að halda honum. Æ, Dómarinn ætlaði að dæma það er æsing eiga- en hætti svo bara við. Heyrðu. Hann má bara fara að halda sér í markinu. Hendur hann Axel, hann ærir hann ekki. Og það er æsing. Það er bara verið svolítið slatt af æsing núna í þessum leik. Það er hann Uni sem er að taka uppkastið og Heiðar á SR. Uni er sterkur í face-offum. En Heiðar vinnur þetta. Og hann er komin út á svæðinu. Birkir, og hann skautar fram hjá Vel Birki gert. og tekur skot. Skot, en það er og blokkað. Heiðar næra bóttanum út. Flott Axel með hann. uppspil hjá SR. Þeir eru komin inn í svæði. Og hann sendur Axel. Axel og það er skot, Skot. og það er varið. Mjög flott skot en mjög vel varið líka. Flott uppspil hjá þeim. Náðu ekki alveg á... Já, Uni alveg brjálæður hana. Heiðar skautar hann inn. Og tekur skot og Skot. það er blokkað af Atla. Atla. Hann er komið á aldabekkinum og Beinti skaut hjá Axel. Já, og hann ætlaði að henda honum á markið, myndi ég halda. Þetta er svolítið mikið fram og tilbaka með pökkinn. Ég kalla þetta ping-pong hockey. Ping-pong Það er ekki hockey. alveg... Það er high stick. Essa vinnur. Skot Orri frá hendur Orra. honum bara á markið. Jói fyrstur í pökkinn. Fær smá tæklingu hana. Ingvar stoppar þetta á bláu. Já. Andri. Það gerir Jói. Andri með hann núna. Hvenær ætlum að fá að sjá Michigan í þessu hokki? Ég segi það. Það hefur nú verið reynt í kvennadeildinni. Já. Mann fristir pökkinn.
Spurning hver er með the balls í að gera það. Það er unnið af SR. Gunnlaugur kominn í pressuna. Fært hann yfir. Hafþór með puckinn. Snýr hann við. Ævar er að blokka sendingu. Jói keyrir upp. Hann heldur honum og dömpur hann svo inn í svæði og fer í skipt. Guð, markmaður enga glóra þessi puck var þarna. Og það er skot. Og það er yfir. Atli sendur hann yfir. Það er hann ekki alveg. Nei. Þeir ráða þetta bara. Gunnar beint að bjarga í SR. Og þetta, er þetta ekki Mílos? Með puckinn? Sýnist það. Beint að bláum. Þetta flækir þetta. Og hann skýtur en Kilvin á honum Linnari. þeir henda honum út. Gunnar dempar hann aftur inn. Þeir inn aftur. Og Axel með hann. Ægir honum ekki alveg samt. og bara í gegnum kilvina. Það er tækling á Gunnar. Þeir berjast þarna. Það er þetta í horninu. Pétur og Ormur í slag þarna. Það er dómur. Sem er á tripping. Já. Ég held það allavega. Ég veit aldrei þessu dóma. Þá er Og 12 sekundur er SR. Leikmaður með 12, Pétur Andreas Vogt, var 2 mínútur í tripping. Tripping, ég vissi það. Ég vissi þetta allan tíman. Ég verð ekki að deyfast mig. þá eru SM komnir í powerplay. 2:40 eftir á klukkunni. SR reynir að henda honum út en Orri stoppar hann. Harfi og Andra. Jói, beint í hliðanetti. Þessi ná ít honum út. Gunnarsson er beint yfir á Jóa. Níels í pressunni. Jói bara leggur í hann. Og hann er kominn á markinu og hann, Heldur honum. já, Fá smá ró uppstillingu. sendir Orra. Orrin er á Andra. Aftur upp á Orra. Gunnir. Tökkinn. Snýr honum upp. Fín pressa við SR. Niður á Hafþór og Markus að berjast hann niðri. Hvað gerir hann Andri? Býður bara rólegur. Reynir að senda bolta. Og Atli kominn puckinn. Já, hann reynir eitthvað. Hann er bara stoppaður. Sendur hann yfir á Unnar. Hann drefndi á inn á. Og það er skot. Og Frá Baltasari. En það er varið. Það var flott powerplay á þeim. Já, Þeir eru þolinmóðir. Reyna að finna réttu sénsana. En S-ringar að ná að halda sig vel. Ekkert mark komið í PK. Þessi er henni uppkast og það hendum út en það tekst ekki. þarna Atli með puckinn.
Styrmir pressar hart. Heiðan á bakkinn, niður á Atla aftur og Unnar keyrir upp. Þeir eru komin inn í svæði. Þannig er þolinmæðin sem ég er að leita á áðan. Þeir eru miklu meira þolinmæðir og Það eru 10 sekúndur eftir á powerplay hjá SA. það er smá villarna en þeir ná að Þarna, Þorgils kom með puckinn og hann skýtur og það er framhjá. það eru dömpunum út úr SA-svæðinu. Þannig að strákunni kom til skiptingu. Og það er fullt lið núna, 5 á 5. Og það er icing. Það eru 23 sekúndur eftir á annarri lotu. Spurning hvað hann á að gera á þessum 23 sekúndum. Ætlum að Það sjá kemur eitt eitthvað mark. Þessar er puckinn. Axel var ekki alveg tilbúin fyrir þessa sendingu. Andri kom með hann. Sendir þversendingu yfir á Orra. Orri bara til hann niður. Og Tækling á Jóa. það er flautað. Herðu, Flottur leikluti á strákunum. já, Þetta er orðið mjög spennandi og það eru 20 mínútur eftir. Spennandi að sjá hvað gerist. það getur allt gerst. Við sjáumst bara eftir svona korter.
mínúta í þriðja leikhluta. Staðan er 3-1 fyrir heimamönnum. Þeir eru mættir. Það er nóg hægt að gera við 20 mínútur. Jæja. Og SR vinnur þetta face-off Beintir á Níels. sem sendir á Heiðar og þeir keyra inn í svæði. Já, Já, alvöru klassa múf frá Heiðari. og hann skýtur út af. Bara upp í stúku. Leifa átandum að eiga pökkinn. Jóhann vinnur face-offið. Ingvar fyrstur í pökkinn. Orri sendur á Andra sem sendur á Jóa. Vel spilað hjá þeim. Jó, kemst í gegn, en hann er í hot. Ríkaleg tackling. Rosaleg tackling á Jóa þarna. Þeir eru Og ekki að svara sáttir. fyrir það. Haffi er ekki. Þeir eru hérna ennþá að íta einhvern annan, en Já. Þetta hefur ekki verið gott. Atli með pökkinn. En Axel náði pökkinum og skýtur á mark. Axel sendur á Pétur. Sendur hann Hann hendur á hann á markið. markmanninn. Já. Beint upp á bláu og hann tekur skot og það er Beint í magan. beint í belginn. Rosalega tæklingarnar þetta á hann. Mér finnst ekki gert SM-en glaða. Heiðar og Sölvi í face-offinu. Sandar með pökkinn. Gunnar hendur hann á út, en nærði ekki alveg. Sölvi og hendur hann úr svæðinu. Herru, við fengum að vita það núna hérna í seinna hliðinu að það eru 400 manns á leiknum. Alvöru mæting. Já, það er bara full stúka. Og það er ekki svona play-offs byrjað, það verður gaman að sjá hvernig þetta verður þá. Bara í hornunum. Og hann hendur hann aftur niður. Bjarki fær pökkinn. Sendir yfir á Þorgils sem hendur honum á Pétur en hann missir hann. Bjössi mættur í pressuna. Já. Gunnlaugur með pökkinn. Ardan eftir honum í pressu. Hann missir hann annað baka markið.
Pökkinn er komin upp á bláu. Hann missir hann. Ævar er á fullu, sendir hann yfir. Flott sending. Það er beint. Það er varið. Og það er mark frá SR. Flott rebound. Þetta var mjög vel gert. Ómar Freyr sem skorar. Kemur þeim inn í leikinn. Þeir vera hrikalega spennandi núna. Það er ein marka munur. Eins marka munur. Sorry, ég er hræðileg í íslensku. Samt alveg góð stelpa, sko. SR vinnur Sveinsson við. Það er D2D. Já, Gunnar fær pökkinn. það eru þeir Gunnlaugur og Ævar með stóðsendingu og þetta flotta mark. Gunnar og Heiðar í pressunni í hotninu. Unið með pökkinn. Nær honum ekki alveg út, en... Já, sendi beint á Níels sem Og sendi Heiðar. Flott, Jésús minn. flott vörn hjá Birki. Axel með pökkinn og sendir hann í slottið. Þetta er mjög tæft hjá þeim. Birki snöggur í pressuna. Og hann sendi... Axel næri ekki alveg í pökkinn hann, en það hefði verið flott færi. Sölvi sýnist mér mættur strax. Það er icing. Sami þjálfari er komið fyrir framan leikmennina. Þá veit maður einhver gangi, sko. Eitthvað skólað á til. Sölvi vinnur face-offið. Það var Flott hjá Andra hana. Andri stoppar hann. Fær strax leikmann í sig. Mílos sterkur. Bjargaldrunum minni. Endur Sölvi með henn á skot. Sölvi með hann aftur. Það er bláu og Þorgilsson pökkinn og hann skýtur og það er blokkað Aftur í Andra. Verður að fara að nýta sér færi betur eða ætlar að jafna leikinn. Ingvar með pökkinn, sendir hann yfir Orra. Sendir hann aftur yfir Ingvar og Ingvar keyrir inn. Og hann hendur honum á markið. Heiðar er mættur. Fær 2 í sig frá SR. Já. Flott vörn hann hjá Þorgils. Ævar hendur honum út. Og það er icing. Það eru nokkrir að reyna að svindla. En dómararnir taka strax eftir því. Ekkert svindl í gangi hér. Nei. Það gerir þetta stránkæðilega. Þá má Vinterflilli koma svo áfram. Heyrist ennum frá þulinum að hvetja sitt lið. Heyrist ekkert í stúkunni. Þeir eru hann æstir í face-offinu. Og það er Unnar nær að stela þessum pekki, mjög vel gerst. Og Ævar nær honum. Vel lesið hjá Ævari. Það tók alveg hitt þarna, smá árekstur. Atli tekur hann einhvern hring og Balti kominn inn í svæðið. Með vald á pekkinum, sendir yfir að Heiðar. Sem að reyndi sendingu Unnar, en það heppnaðist ekki. Það er hendur honum upp í loft. Já, og... Lauta. Já. Að þeim fór upp í loft? Já, að þeim fór hana yfir dæmið, sko. Já, ég sá nú bara eitt skjóta upp í þakið á höllinni í gær. Það er þetta skrítið sem ég sér. Beint upp í þakið. Bjössi og Heiðar í face-offinu. Innbæingarnir. Og Bjössi tekur þetta, reyndari maðurinn. Jú. Hann fyrir pressuna. Andri fyrstur, sýnist mér. Bara rólur í horninu, ekkert að drífa sig.
Crossending. Og Ormur skýtur framhjá. Andri kom með pökkinn aftur. Já, snýr hann af sér og tekur skot og það er, já, Pétur dettur hann eitthvað. Óla fyrðulegt, en Já, þeir eru ennþá inn í svæðinu. Pétur með hann, en Axel nær að taka hann. Heiðar keyrir upp. Og nær að... Þetta verður flott að hann Blessi nær honum og sendir hann yfir á Pétur. Pétur beint yfir á Andra. Og Andri á Orm. Vel gert við Axel að henda þessum í burtu. Heiðar. Það er eitthvað smá... Það er smá slagsmál þarna. Guðin ekki lengi að stoppa það. Nei, hann hefur ekki tímið þetta. Bjarmi kom í bekkinn, Kyrinn, og Matti hendur hann inn í svæði aftur. Hann á að stoppa hann hana. Já. Unni kom í bekkinn og fær mann á sig, hendur hann aftur fyrir sig og það er Bjarmi sem tekur hann. Rosalegt hana. Já, aftur bara. Það verður að dansa á ísnum. Já, heyrðu. Unni nær hann út og er snöggur á stað. Birkir og Unni í pressunni. Styrmir kom með pökkinn. Leitar á sendingu. Það er hrikalega spennandi núna. Unni góður í pressunni. Þorgils sendir hann bara í Ómar. Og Ingvar kom með pökkinn. Og... Gunnlaugur tekur skot. Og það er varið. Þetta sá ég nú ekki að nógu vel með þess að Orri hefði gripið hann. Mér fannst það. Einhvern veginn var hann hjá markmanninum. Það verður að ræða eitthvað á ísnum. Essa vinnur þetta face-off. Orri kom með pökkinn, sendir á Andra sem hendur hann yfir á Haffa. Haffi nær honum. Þetta tæbrangst það. Haffi góð að halda honum í hornunum. Já, fín baráttu þarna. Sendir hann upp á bláu og Ingvar, já, hann er bara rólegur. Það er skot. Vel varið. Þeir halda hann minni. Jói fyrstir í pökkinn. Snýr hann af sér. Hendur hann með slottið. Þetta var mjög flott hjá þeim. Náðu ekki alveg að taka skot þarna. Orri grípur hann í loftinu. Níels hendur hann inn í svæði á Essa. Bara flestir í skiptingu. Ingvar slakar þetta. Hún fær svo sjálfur í skiptingu. Atli á Gunnar. Gunnar skautar upp. Og hendur hann á Balta. Balti kom í pökkinn, missa hann hana. Heldur samt áfram. Arnar baráttu. Heiða kemur á stiður. Atli heldur hann minni og hendur hann aftur inn í svæði. Unnar snöggur á að finna pökkinn. Heiðar í horninu. Kallast þetta double Heiðar effect, hef ég heyrt. Ég er að tjóka, ég er að bylla. Balti með hann. Keyrir upp á svellið. Hann er samt bara einn, hann þarf að halda pökkinum. Unnar kominn til að styðja. Hann er með hann. Fín vörn hjá Þorgils. Ormur heldur hann minni. Hendur honum á markið og Unnar skýtur og það er varið. Varið að markmannum. Og Heiðar hendur hann bara í burtu. Arnar með hann. Já, og hendur hann inn í svæðið. Bjarki fljótur að stíga upp á bláu. Pétur mættur. Ormur nær pekkinum. Hann reynir bara að snúa. Fín pressir að Styrmi, en hann skautar hann af sér. Keyrir inn í svæðið, skýtur.
Já, það getur verið gott rebound færi þarna. Já. Andri sendir hann upp á bláu og Bjarmi hendur hann aftur niður á matta. Styrmir með puckinn. Bara hendur hann út. Pétur fer í pressu. Birkir hendur hann í svæði og Atli tekur við honum. Það er Bjarma, Birkir. Á Una. Birkir aftur með hann og sendir á matta sem fer inn í svæðið og skýtur á markið og það er varið. Atli kom með hann, skýtur, flott skot. Una Það aftur er og skorar! Glæsilegt mark. Það er að pota hana svona inn þegar Já. markmann er ekki tilbúinn. Það var vel staðsettur hana. Það er oft þessi mörg sem vinna leiki. Jónanaf S.A. skorar leikmann með 13. Guðni Steinn Blöndal Sigurðarsson. Eftir stöðum og leikmann með 20. Atla Þór Seinsinni. Markið skorar 50. myndu og 27. sköndu. Það er Uni sem skorar með stóðsendingu frá Atla. S-eringar hafa ennþá 9 mínútur til að jafna þetta. Ég sé bara leið og þeir skora mörkin og sé maður að þeir fara upp í annan gír og en S-eringar er bara mjög góður í að halda sínum leik. Smá miskilningur þarna en Orri sendir hann bara upp. Haffi kom ekki inn. Ó, Það er hreint þetta var ekki honum. fallegt. Smá þarf en Orri keyrir upp öllin. Þeir eru að komast inn í hausan og Haffa. Jói er alltaf ekki með kylfu. Ég veit ekkert hvað hún er. Jú, hana. Hann öskar þarna eitthvað á bróður sinn. Ingvar sendir á Haffa og þeir eru 2 á 1. Það var vel gert, Þarna, fróðsending. Andri mættur og skýtur og það er blokkað af Þorgils sem að... Pökkur lendir einhvern veginn inn í gallanum hjá Þorgils. Já. Smér. Haffi ekki sáttur. Beint í Sæma. Beint í baki á mér, segir hann. Styrir mér eitthvað aðeins og æstur hana. Þessa vinnur face-offið. Balti reynar hendur niður, nær hann svo og hann tekur skotið. skot. Ó, Ó, það það er gott rebound. Ó, Vel varið. Heiðar og það er flautað. Unnar ekki ánægði með þennan dóm. Já, Er það Balti sem fær dóminn? Eða er þetta ekki Nei, dómur kannski? Hvað er í gangi? Stúkan orðin pirruð líka. Byrja að öskra eitthvað á dómarana. Þeir taka face-offið fyrir utan bláu. Ég Veit ekki alveg af hverju. veit ekki hvað gerðist. Svona kann ég ekki á. Ég veit að þykjast kunna það. Balti heldur honum. Niður á Heiðar. Sölvi pressa vel. Og Gunnar er með hana bláu. Og hann tekur Skýtur. skot og það er framhjá. Það er mann upp. Alli heldur honum inni. Balti kom með hann. Það er bara þetta markið. Það er alltaf maður mættur hjá SR. Það er SR með pökkinn. Þeir vilja alls ekki fá annað mark frá SA. Þeir eru að berjast mjög mikið fyrir það. Ó, Og Herðu. það er breakaway kannski. Allir fljótur að koma tilbaka. ó, Því líka Herðu. múfið. Nær ekki pakkinum inn. En mjög, mjög vel gert. Bjössi er með pakkin. býðir eftir að Pétiri og hann, já, hendur honum inn í svæði. Andri fær smá tæklingu á sig hana. Sendur Komur upp á á bláu, bláu. hann skýtur og það er framhjá.
Já, Bjössi dettur hana. Það er viðdómur, markmaðurinn er komin út af, SA eru 6. Síðan að nýta sér þetta eitthvað, Erðu... sýnist ekki, nei. Hvað, hann Birkir ekki sáttur með þetta. Hvað er hann að fá? Cross-checki. Nú er SA komið í powerplay. Á 53. og 20 sekundum er FC-gáli SR, leikmaður með 4, Birkir Árnason, það er kannið cross-checki. SA vinnur face-off við, Gunni sendar hann yfir á Orra. Finnur Haffa, aftur upp á bláu. Á Jóa, á Gunna, hann tekur skot. Beint í Haffa. SA er að losa þetta burtu. Gunni leggur á stað og droppar honum á Jóa. Hann tekur það bara upp og reynir að halda honum í svæðinu svo getum stilt upp. En SR er að pressa mjög vel. Sem hafa gert mestpartinn út af leikinn. Það er one-timer fyrir Anna. Orra, afsakið. Jói sterkur þarna. Orri kominn niður. Sendir á Jóa upp á bláu. Það er tilbaka. Hitt hann ekki alveg þarna. Það er mjög flott mark. Sendir yfir á Orra. Fær hann svo tilbaka. Tekur skot. Og það er út af. Nokkur er út af þenni. The Heiðar Effect er að sjá til beinni núna. Getur eitthvað, veistu eitthvað sögun á bak við það? Nei, ég bjóði þetta bara til núna í momentinu. Herru, Atli með puckinn. Axel pressar. Fín pressa hjá honum, en Atli heldur honum og skautar hann í svæði. Já. Tekur skot en það er varið. Það er mjög vel gert hjá honum. Unnar á puckinn, Heiðar að pressa. Axel alltaf mættur. Unnar leggur á stað á fullri ferðinni í svæði og tekur skot og það er varið. Og það er hreinsað svo kom ekki rebound. Og þeir eru núna 5 á 5. Gunnar ætla að senda á Una þarna. Puckurinn komin út á svæðinu og Ekki æsing. ekki æsing. Ok, Jæja. rúllum bara áfram. Gunnar er ekki með kylfu lengur. Hann er að fara að spila fótbolta. Birkir mættur. Fín pressa hjá SA. Já, hann hendur hann bara niður. Fastir hann í hotninu í smá knús. Já, það er ekkert að gerast þarna. SN er að losa, beint á bláu. Það kemur skot. Birkir blokkar. Og það er rebound skot, annað. Og hann er laus puckurinn og Uni heldur ekki með kylfu. Og það er... Haldi hann niður í þarna, smá Herðu, það er... læti. Gunnar tekur bara í knús. Hann hefur engan tíma í einhver slagsmál.
Dúi segir hún bara að fara í burtu. Ómar ekki sáttur. Mikil spenna og mikil ríkur sem leik. Matti, 2 mínútur röffing. Og SR tekur timeout. Hvað heldur það sé að vera að tala um núna? Ætli þið pulli markmanninn? Ég veit það nú ekki. Byttu. Það er eitthvað að gerast. Er hann að senda hann líka í boxið? Það er annar dómur. Hann fær líka röffingdóm. Og stúkan klappar. Stúkan er brjáluð, það er allt að gerast. Það er mjög mikil fyrir SM-menn núna að rífa sig í gang. Þeir eru 2 mörkum undir og það eru minna en 4 mínútur eftir. Á 170 mínútur og 170 kvöldur er refsingarleik SA, leikmann Kristján Berg. Heiðar mættur að tala við dómarann. Stefánsson var dæmt fyrir röffing. Á 7 mínútur er refsingarleik SR, leikmann nr. 14, Ómar Freyr Söldursson, það er dæmt fyrir röffing. Þeir spila 4-4 í 2 mínútur. Þess að verður að halda kúlun núna. Skilsamir. Spilda safe. Ekki verið að taka of mikið af heimskum sénsum núna. Eins og Sami segir, þeir þurfu ekki að skora með risk núna. Þeir eru yfir. Þessi er með pökkin. Birkir með hann, Hann ætla bara að reyna að fara beint inn á mark. Tekst það ekki. Og Hei. Dóm. hann Róbert liggur eftir niðri. Ég sá ekki hvað gerðist þarna en Ja, ef að hann liggur niðri þá veit maður eitthvað alvarlegt að gerast. Það lítur ekki alveg nóg vel út. Alltaf leiðilegt að einhver meiðir sig. já. Já, hann setur hjálminn aftur á. Hann byrjar hann leik og ætlar að klára leik. Harkar þetta á sér. Hér er eitthvað að ræða það hvar face-offið á að vera. SM-menn vilja meina að sé í miðjunni. Heiðar á Heiðar. Gunni hendur hann út. Yfir á Það Axel. er lesið af hann Matla sem næri að stoppa þessa sendingu. Þór hallir með pökkin, yfir á Þetta á Axel. Axel. Hann tekur sér rólega. Já, yfir á Heiðar. Og Heiðar missir kemur hann. Dressa í betur tækifæri, komnir inn í svaði og SR. Ó. Og það er biðdómur á SR. Þetta er nefnilega Heiðar-effekt, sko. Þetta er það sem ég var að tala um allan tíman. Núna er SM-menn 5. Gunni með pökkin. Þeir spilda bara safe, allir skítur og það er blokkað af Birki.
SA ná að halda bekknum í spili á sér. Þeir eru bara rólegir. Spila hann á milli. Sendir hann aftur yfir. Þeir eru með háa pressu SR. Þeir eru svona SR pæla hvernig þeir eru að komast inn gegnum hann múr. 2 mínútur eftir að þriðjum. Já, þarna eftir að flauta, sem mér. Axel hrindir Atla niður á andlitið. Og Heiðar fær dóm. Ekki það sem SR þurfti akkurat núna. Nei. SA-menn vilja fá annan dóm út úr þessu. Já. Mjög ósáttir. Ekki sáttir. Dómarinn hlusta ekkert á þetta. Á 58.33 sekúndu er refsingarlína SR. Leikmaður nummer 16, Heiðar Kristjánsson, fær 2 mínútur í stað. Þá er þetta 4-3 núna. Það þarf smá kraftaverk fyrir að SR næra að jafna þennan leik. 2 mínútur eftir. Það getur allt gerst. Jói vinnur. Þau svo við. Þeir spila 4-3. Það eru 8 sekúndur eftir af röffingdómunum síðan áðan og það er mark! Það er mark! Rosalegt skot hjá Gunnari. Og Jói fagnar bara í andlitið á Bjarka. Það getur ekki verið gott. Vont að fá það á sig svona. Já. Mjög vel nýtt hjá SA-mönnum. Þeir eru með fleiri. Já. Hann er sendur aftur í boxi, hann Ómar. Kallaði dómarann hérna. Já. Það er svolítið svo enginn veit hvað er í gangi, allan ekki ég. Það er svona allt út um allt og... Sýnist þeir eiga að vera að spila 4-4 í 3 sekúndur. Ég veit ekki okkur að Ómar fór aftur í boxið. Ég er bara mjög rugluð núna. Það er verið að tala við dómarana. Og einhverja skýringar á þessu. Það eru ungi strákar inn á núna fyrir SA. Já, mér sýnist þeir hafa ákveðið það að spila 4-4 í 3 sekúndur. En hvað svo? 5-5. Ok. Ég er í alveg að spyrja, sko. Já, já. Ari heldur áfram að... Já. Þetta er ekki nógu gott. Nei. Aftur stoppa leikinn. Og klukkan fór ekki í gang. Það er allt í ruglinu í dag. 1:37 eftir, staðan 5-2 fyrir SA. Flautaðan aftur. Kannski náður í þetta skipti.
Ég pröfa aftur. Og það er Essa sem vinnur þetta. Ormur með pökkinn. Hann bara heldur hann eins og ná að gera. 5 á 5 núna. Birkir keyrir inn í svæðið. 100-inu og fær tæklingu. Ormur stoppar hann. Já, Uni og Þórhallur eitthvað slást hana. Arnar missir hann. Ormur er fyrstur í hann samt. Snýr slakar aðeins á leiknum. Þeir eru bara að halda pökkinum, þeir vil ekki leyfa sér að fá neina sjensa núna. Styrmir pressar. Hann las þetta vel, en Gunnar náði haldanum. Nei, þetta er Bjarmi, afsakið. SR kom með pökkinn, snúa snöggt við. Á Þorgils skautar upp og fín pressa hjá Pétri og hann hendur honum inn í svæði. Allir markmaður stoppar hann frá markið. Já. Það er hálf mínúta eftir. Þetta er rosa spennandi hvort að SR nær að Allavega að minnka munin. Tækling í horninu. Styrmir tekur skot og það er varið á Róberti. Pétur í pressinu og nær að pota honum út. Andri mættur. SR heldur bara 8 sekúndur pekkinum. eftir. Og þeir ætlaðist bara að klára þetta svona. Þeir eru hættir, sýnist mér. Og leik lokið. Flottur leikur. 5-2. Það verður að deila út bikar hérna. Formar IHJ afhenda bikar á SR. Sýnist Sölvi verið enn að tala við dómarinn eftir leikinn. Hann er ekki leiklokið á honum ennþá. Þeir takast í hendur. Þakka fyrir leikinn. Þetta er oft erfiðasti parturinn við hockeyleik, finnst mér. Takk í hendurnar á Andstæðingnum. Já. Það er erfið að maður að tapa allana. Já. Þetta er bara partur á þess að sína virðingu. Herði, S-sendingar fara bara út af þótt að það sé búið að biðja þá að fara á bláu. Stúkan hreinlegis bara drullar yfir þá fyrir það. Ég ætla ekki að vera að setja sigur yfir þetta er bara hannig. En þeir koma aftur. Kannski bara miskildu yfir þetta. Já. Þess að þakka fyrir leikinn. Thanking the fans. Andri eitthvað að spegla sig í glerinu hjá Matta. Þetta er hvað það sé ekki nóg myndalegur fyrir myndatökuna, sko. Þetta því það að S-menn fá heimileikja rétt í úrslitum. Svona eins og við, gælurnar. Og það er fyrirliði S-a, Andri Már Mikaelsson sem tekur við deildarmeistarabikarnum. Þeir með að vera ánægðir með þetta. Það er gott að vinna deildarmeistara. Það heyrist í stúkunni, þeir eru allir mjög ánægðir með þá. Já. Já, held ég að það er bara komið gott hjá mér og Katrín hérna. Já, við bara þökkum kærlega fyrir okkur. Það var bara mjög skemmtilegt fyrir okkur allan, ég veit ekki alveg með ykkur, en Skemmtileg upplifun. við sjáumst kannski einhvern tímann aftur ef við hleyptum